Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, komið sæl. Það Rauðaborðið heldur áfram. Hjá okkur Jón Trausti Reynisson sem ritstjóri Mannlífs, ekki rétt? Mikið rétt. Já, og nýtekið við því starfið eitthvað? Jú, bara núna í vor. Já. Þegar útgáfufélag okkar tók yfir hérna Mannlíf. Þannig að þú ert komin aftur í ritstjórastól. Já, í billi allavega. Já, ég á með henni. Herðu, ég las leiðaraðinn umræðin út af Veiðigjaldsfrumvarpinu. Veiðigjaldsfrumvarpinu. Já, herðu. En sko, hann ég sagði við áðan að ég hefði alveg viljað skrifa hennar leiðara. Ég alveg hjartanlega sammálaður. Það er raunverulega verið að þingmenn eru bara hver af öðrum að bara reka fleyg rauninni eða reyna að reka fleyg á milli bara þéttbýlisins hér, Suðvesturhornsins og landsbyggðarinnar. Já, þeir eru bara að höggva í þekkta sprungur sem eru í svona samfélagsgerðinni eða myndinni. Já. Og þeir eru náttúrulega búið það bara, ekki bara með veiðigjaldsfrumvarpið, heldur líka framundan umræðum mögulega þess að þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræði við Evrópusambandið. Já. Þeir þekkja þarna þessar brotalínur og eru eins og ég segi bæði í miðflokknum og í framsóknarflokknum að búa það að þetta verði baráttan framundan og sem gott og blessað út frá því að eðlilega eru einhverju mismunandi hagsmunir og mismunandi sjónarmið á bak við þetta en sem sagt það sem reynt að gera og þegar það gengið lengur og lengra eins og við þekkjum þegar þessi umræða átti sér síðast stað í tíð vinstri stjórnar Jóhannu Sigurðardóttur og Steingríms J. Þá sáum við nákvæmlega hvernig þessar sömu brotalínur fóru, bara á sömu skjálftarnir. Það er bara verið með fleyg í sprungunum núna og aðferðnar sambærilegar og auðvitað eins og ég segi aftur það er einhverjir þarna með aðra mismunandi hagsmuni hópar en það sem ég var nú að nefna í þessum leiðara var að hún Kristrún Frostadóttir hún steig svo litið ofan í sprungu í þessu máli þegar hún kom í Feilspor hjá henni. Ég myndi að það, já, út frá hennar málstað. Já, það er að tala Ísafjarðarfundin eða eftir mál hans. Það er að tala Ísafjarðarfundin þegar hún, ekki hún hafa haldið fundin, sem rauninni bara svona, þetta svolítið spegill við það sem gerðist á Neskaupstað, þegar Steingrímur J. fór þangað og mætti Gunnþóri Ingasyni og ef maður rétt var þar Tryggvi Þór Herbertsson hjá Sjálfstæðisflokknum og fleiri. Það sem hún gerir þarna hún að eigin frumkvæði í þessu tilfelli mætir á Ísafirði og tala sínu máli eins og hún hefur verið að gera. Hún hefur ferðast landið náttúrulega og svona reynt að taka púlsinn á fólkinu hér og þar sem klárlega skynsamlegt og þakkarvert. En í sjónvarpsviðtali eftir fundinn talar hann að og með því orðalagi að það sé verið að taka úr samfélaginu þessi veiðigjöld sem í rauninni bara rauði þráðurinn í bara auglýsingaherferð SFS og í öllu því sem þessir hagsmunaverðir að halda fram og nú ætla ég ekki að halda fram að þessi veiðigjöld hafi engin áhrif á hugsanlegar fjárfestingar eða umsvif sjávarútvegsfyrirtækja eða eigenda þeirra en þessi veiðigjöld eru tekin af umfram hagnaði og þau fyrst og fremst færi þá líklega til þess að minnka arðgreiðslur á endanum og það setja sambandsammerki á milli bara vegna þess að þessi landfræðileg tilfallandi staðsetning þessa fyrirtækis eða eigandi þeirra og það sé verið að taka út úr samfélaginu það er náttúrulega ekki alveg rétt vegna þess að eins og þau eru að boða hvernig sem það endar þá eru þessi skattlagning sem þar náttúrulega þótt þessi auðlindaskattar að renna í samneyslu. Það er fjárfesting. Samneysla getur verið fjárfesting. Svo það útfærslan þar á milli, að mann setja alls konar fyrirvara við það. Til dæmis að bara nýtast þessum byggðum sem er spurningin. Nýtist að þessum byggðum jafnvel að það sé lagt fjármagn í vegagerð
og að einhver eigandi útgerðarfélags hagnist x mikið meira heldur en ella. Það er alls konar spurningar en það er ekki samsemd á milli hagsmuna samfélags og fyrirtækja eiganda. Nei, en ég sko ég var að hlusta á í gærkvöldi í umræðina og þá kom Ólafur Adolfsson, Ólsari af uppruna og góðu knattspyrnumaður. Þá var hann þegar ég kem inn að hlusta, þá er hann að tala að sko útgerðirnar í Vestmannaeyjum hafa staðið á bak við íþróttalífið í Eyjum, bæði handbolta og fótbolta og gert það duglega og svo flutta sér til Grindavíkur og sagði það sama þar og svo til Ólafsvíkur og þá var það einmitt þetta, ég held að ég fari til þess að rétt með að Skinnið Þinganes hafi byggt fótboltahús á Höfn og það er þetta sem fólk er óttast að þessir sterku fari eða halda sér höndum og láti ekki sem sagt mikið renna til nærsamfélagsins. Ég held að sé það sem að fólkið óttast og svo er það þrælsóttin. Já, þessi samfélagsstyrkir sem eru náttúrulega X miklir, jú, það getur náttúrulega verið, en er það heilbrigt að það sé einhvers konar svona samfélag sé í raun upp að náða miskun fyrirtækja eiganda á staðnum komið, svo fer hann einn daginn eins og hefur gerst við það. Jú, ég meina það er alveg raunverulegt að og þess vegna er kannski einfalt að fara að afskrifa þetta sem málþóf alla leið, en augljóst tilefni eins og þau gangast nú við þarna í samfélkingunni, tilefni til að ræða þessi mál en á endanum þá það sem ég var að reyna að segja í þessum leiðara var sem sneri svona meira af þessum klofningi þjóðarinnar sem ég verið að boða. Það er að nú erum við eftir allan tíma svolítið reynslunni ríkari frá því þetta fór síðast í umræði 2011 eða 12 það leiti. Fyrir rúmum 10 árum. Já, við erum búin að horfa upp á heilt samfélag, sterkasta lýðræðisríki heims gliðnar reynilega undan svona klofningi og hver er einkenni þar, af hverju er það að gerast? Það er einhverjum típir rætur augljóslega en aðferðirnar er alveg augljósar. Þú notar stór orð, þú ásakar, þú einhvern veginn svona stimplar og jaðarsettur og þetta er svolítið byrjað hér núna. Það sér allum sá þetta ritna í sjálfan Donald Trump. Já, ég er að tala um það, hann er eða til hans aðferða. Frummyndin í rauninni af þessari tegund stjórnmálumanns. Það sem allt gengur út á að mála skrattan á vegginn og svo líka bara niðurlega. En við heyrum þetta núna á Alþingi, hjá sumum, ekki öllum með þetta, að við tökum sem dæmi Jón Pétur Símsen, hann talar um að þetta sé viðurstyggileg pólitík, sem er ansi langt gengið. Ef þú stundar viðurstyggilega pólitík, þá má nú ýmislegt gera til þess að stoppa það af, er það ekki? Og hann kallar þetta falsfrumvarp. Og ef þú ert að leggja fram falsfrumvarp á Alþingi, þá er nú ekki margt sem á ekki gera til að stoppa þannig að þetta hefur áhrif á gildismatið og leikareglunar. En hann skora nú alltaf mikið hjá svona almennum borgurum í landinu að kalli þetta falsfrumvarp og já. Nei, ég veit það ekki. Þetta er rauninni, ég veit það ekki, en þetta er rauninni aðferðin sem er notuð og svo er þetta endurtekið og svo stigmagnast þetta. Reyndar, já. Og á endanum það sem gerist og ég meina þetta allt hefur verið fjallað í bókum hvernig lýðræðisríki hnigna og gliðna, eins og ein bók góð sem heitir How Democracies Die. Þá er það sem gerist og þetta er náttúrulega víxlverkun, þetta er ekki einhver einn eða annar aðilinn bara sem kemur þessu á en þú endar með því endapunkturinn, og ég er ekki að segja að við séum komið þangað, en endapunkturinn er að lýðræði málna og þetta hefur gerst út um allan heim, víða um heim í mörgum ríkjum og virðist vera að gerast í Bandaríkjunum. En eitt af skrefunum er að þú efast einhvern veginn lögumæti andstæðingsins í stjórnmálum.
og þú getur þú veist, og í aðdragandanum því þá hefur ýmislegt gerst að það er beitt ýmsum svona óeindis úrræðum tilfærsla á kjördæmum og svo leiðist til þess að hafa áhrif á niðurstöðu kosninga, málþóf að beita því ég held að við höfum séð þetta svolítið í 2012 minnir að það hafi verið akkurat á sem að Bjarni Benediktsson segir við Jóhönnu að hún eigi að skila lyklunum og þá er hann kominn á þann punkt bara að þú hefur ekkert lögmæti vissulega þetta er fólk sem er kjörið og allt það og það má alltaf efast að ríkisstjórnarsamstarf eigi að halda áfram en það þurft komið þangað og þarna er Jón Pétur og fleiri að færa sig í áttina þessu og svo verður stigmögnu þegar Kristrún mætir viðtal og talar að það sé í falsfréttastíl það sem stjórnarandstaðan er að gera. Þú veist, aftur ég tek dæmi af Jóni Pétri Simsen. Hann er vissulega að tala skynið þingarnir sem þú bendir á áðan, það er velgjörðamaður eða fyrirtæki á Höfn. Hann tekur eitt rekstrarár og tiltekur að hagnaðurinn sé allt of lítill og að það sé líklegt að menn og konur vilji selja sig úr greininni af því að þeir eru ekki að hagnast nægilega mikið, það er ekki ávaksta nægilega mikið og ættu bara að kaupa skuldabrif og hlutabrif og slíks. Þetta ár sem hann tekur hagnast skinnið þingarnir sem 600 milljónir rúmlega en hann er ekkert að nefna 2 árin þar á undan sem þeir högnuðist 6 milljarðar króna samtals. Þetta er svona svolítið afvegaleiðandi umræða og þessi veiðigjöld að þetta er nú flókin útreikningur þetta er bara erfitt bókhald og allt þetta sem þú þarf til þess að koma þér í gegnum hvað er raunverulegur hagnaður, mismunandi skilgreiningar, það er ekki bara einn raunverulegur hagnaður þannig að það er auðvelt að snúa út úr með tölum í þessar umræði en ég held að ef þú horfir bara á marga af þessum best stöddu útgerðarmönnum þá er alveg augljóst að Þorsteinn Már Baldvinsson til dæmis, hann situr ekkert með einhverja 60 milljarðar króna í einhverju eignarhaldsfélagi af því að hann er á nippinu. Nei. Þú tekur reynda dæmi af honum og fyrrverandi eiginkona, þau gátu ávaxta sitt pund. Já, og besta mál. Já, er það ekki rétt að félag þeirra á yfir 70 milljarðar? Jú, ég veit nú ekki hvað er komið í núna, vantar held ég nýjust ásetningar, en þetta var hérna komið einhver snarið þarna einhverjum 60 milljarðar. Sem er greinilega sem sagt bara vegna þessara umsvifa. Jú, úr þessum rekstri. Og svo er það hitt líka, það er náttúrulega þetta inngrip þessa fólks inn í annan atvinnurekstur og getur jafnvel skekkt myndina í allskins starfsemi og kannski erfitt að keppa við þetta mikla afl eins og þú sem þú dæmi af kaffivélunum öllum. Kaffivélum? Já, sem að Guðbjörg Matthíasdóttir á. Eða var það á þingiru? Já, það er verið á þingiru. Ég tók hins vegar dæmi sem margir kannstu við af rekstri fjölmiðla. Og nú vildi hann til að það líka verið að ræða styrki til einkarekinna fjölmiðla á Alþingi þessi dagana. Það sem stjórnarandstæðingarnir eða sjálfstæðismennir og miðflokksmennir gera ekki er að tala bara samkeppnisumhverfi fjölmiðla vegna þess að það er verið að niðurgreiða í þá einhvers konar hagsmunabaráttu og ég tek það með því að vegna af því tilefni að fólk er að tala að við verðum að tryggja að sjávarútvegurinn hafi nægan hagnað til þess að fjárfesta. Þeir hafi verið að fjárfesta í einhverja milljarða núna síðustu árum í Morgunblaðinu með því að ekki til að einhvern veginn hagnast, ekki til þess að stunda heilbrigða samkeppni heldur niðurgreiða í markaðsskyni fjölmiðil sem er þá þannig samsettur að hann standi með þessum hagsmunum bæði varandi veiðigjöldin og náttúrulega Evrópusambandið. En það er líka það kannski grófasta með Morgunblaðið er eiginlega kaupin á prentvélinni sem að Fréttablaðið var prentað á
þeir kaupa hana og brýta hana bara niður. Jú. Það bara verður aldrei meir prentað á henni, þannig að þá þessi samkeppni frá á Íslandi hugsanleg, sko. Af því þekkir þetta nú vel, við erum sérst í útgáfufélaginu okkar, erum við að prenta heimildina. Já. Við erum sérst að kaupa prentunina af okkar stóra ráðandi samkeppnisaðila á prentmarkaði. Já. Við erum að kaupa dreifingu af sama aðila. Sami aðili með einokun í þessu. Sami aðili klárlega að stunda undirverðlagningu á auglýsingum. Samkeppniseftirlitið hefur ekkert gripið inn í þetta, gerir ekkert. Þeir mátu sem svo að það ætti ekkert að gera í því að þeir... Leitið þið til samkeppniseftirlitsins? Við höfum svona verið í einhverju samtali við þau. En að mínum mati þá ætti þetta bara að vera einhverju frumkvæðis rannsókn hjá þeim. Það er búið að veikja svo vikið, þeir segja það bara hreina satt, sko. Þeir hafa eitthvað 2-3 til að vera í frumkvæmis rannsóknum. Já, ég skil það. Og komast ekki nærri yfir allt sem þeir telja sig þurfa að gera. En þetta er aðili sem með einokunarstöðu hreinlega á sínum markaði sem tengist lýðræðislegum lýðræðislegri virkni samfélagsins. Morgunblaðið tapaði 1 milljón á dag í fyrra. Þú getur bara tekið 1 dag, milljón, 30 eitthvað milljónir á mánuði. Þú getur bara að hugsa hversu marga starfsmenn geta þær haft bara út á það. Og núna í lok maí þá kom eins og hinn árin meira hlutafé frá útgerðarmönnunum sem eiga þetta og hafa niðurgreitt einhverja milljarða á síðustu árum. Þannig að þetta er líka það sem að tala þegar þeir eru að búa til klopning í samfélagi. Þeir eru að grafa skotgrafarnar. Það er með þegar við yfirtekur fjölmiðlana. Þegar fjölmiðlunar eru ekki sjálfstæðir heldur eru partur af baráttunni. Þá verður miklu meiri harka eins og við höfum séð í, nú er ég ekki eitthvað áfællast almenna blaðamenn á Morgunblaðinu alls ekki, en ég er meira að tala þú sér þetta kannski í vali á framsetningu, starfsfólki vissulega, sjónvarpsþáttum mögulega, og svo skoðanagreinum. Það sem hefur verið gengið ansi langt í því, meðal annars að uppnefna fólk og niðurlægja svolítið á trumpiskan hátt, og það hefur náttúrulega verið áberandi stuðningu við Trump í skoðanagreinum Morgunblaðsins. Já, heldur betur. Þannig að ég held að sé alveg skynsamlegt hvorum megin sem að stendur í þessi viðhorfi gagnvart veiðigjöldum. Það getur vel verið að búa út á landi og þú viljir bara ekki að það séu veiðigjöld, þú treystir bara því að útgerðin muni fjárfesta á nærsvæðinu og þú getur meira sem bara trúa því að það sé rétt það sem einn af eigandi Morgunblaðsins lýsi heldur fram, að það bara muni ekki fást ráefni í lýsi lengur á Íslandi af því að allt verði flutt úr landi. Sem er náttúrulega galið. Alveg merkilegt, þetta er bara umsögn sem veitu. En alveg saman hvað þú stendur efnislega þá skiptir svo svakalega miklu máli fyrir heildina. Við höldum einhvern veginn svona heilbrigðum leikreglum í bæði samfélagsumræðinni og í stjórnmálum. Og við förum ekki niður í, það verði ekki þessi ræðileg klofningur sem er verið að benda á að sé framöndan, sem stemt er aðhreinlega. Sem að er mjög ljótu leikur að reyna að kljúfa þjóðuna. Ég heyrði Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formann Sjálfstæðisflokksins, segja það að fyrir utan Hvítárnar 2, sem hefur orðið bara stóra höfuðborgarsvæðið, að þar fyrir utan að þá borgaði sig ekki að flytja íspinna eða frostpinna út fyrir það svæði. Ég veit ekki akkur hún var að nota þetta, en það er eins og þetta er eitthvað svona miskun fyrir fólki þar fyrir utan, ég veit það ekki, en það er verið, þarna er búið að draga einhverja línur. Það eru Hvítárnar og svona skeifan sem er þar fyrir innan og við búum á, að það er orðin svona djöfullin gegn hinum. Já, akkurat. Já, að frostpinnar og svo náttúrulega þessi hitaveitan. Já, svo var það eitt. Að fólk hér á svæðinu búið við slíkar auðlindir í því að þetta jafna það út. En ef þetta
á endanum þá þarf maður bara að bakka, skrúa sig aðeins niður úr þessu og horfa á þetta hvernig þetta er í grunninn, að við erum einhver heild hérna, sem ríkið er tæki fyrir, og ríkið er að afhenda einhverjum einstökum aðalum auðlind sem við eigum í umboði okkar, og það er svolítið langt á milli þessa og flutnings styrkja fyrir frótspinna eða hvað sem það réttlætismálið snýr öðru sér við, og það gildi bara annað í raun fræðilega þetta, það gilda í raun bara svona umbóðskenningar en það er ekki þannig að það sé verið að bregða fyrir fæti og taka af þeim aflaheimildirnar í stórum stíl eða neitt, það er ekki þannig, heldur bara við höfum hort upp á mikinn hagnað stærstu fyrirtækinu sjávarútvegi, og þá segum við einfalt, við viljum fá hluta af þessu. Það er bara, innviðirnir hérna kalla bara á meiri peninga, og þarna er hægt að sækja meðal annars, og svo kemur víðar. Já, það er engin svona eðlisbreyting, ekki eins og var rætt einhvern að fara upp á sliðina og slíkt sem geti alveg verið, og hefur verið til umræðum löngu áður, og er fyrningaleiðin, fyrningaleiðið, hún er ekki núna, það er ekki þannig. Nei, þetta er frekar svona mildileg leið, og heldur, þú veist, ef þú fer að reikna þetta, sko, viðgjaldi hvernig það hafa þróast, þau er náttúrulega hækkuð þarna á einhverjum tímabili, og leiðir þetta fyrir verðbólgu, þá er þetta náttúrulega ekkert mikil, eða segjum eigna verðbólgu, þá er þetta ekki mikil hækkun. En ertu búin að duglegur að fylgjast með þessu? Þau eru á umræðinni? Að horfa á Alþingisrásina, það meina það. Ég eða ekki alltaf dögum í það, en maður svona tekur svona pröfur, svona til að mætti þið vera duglegur að setja rituðu útgáfarnar inn á Alþingismenn. Ég var einmitt að segja við konuna í morgun, sko, svo við mikið starfsfólki eftir að skrifa þetta allt saman, sko. Jú. Þetta er náttúrulega mikið af þessu er augljóslega málþó af því taginu að það er verið að spila boltanum á milli og gefa á næsta. En það er í gærkvöldi þegar ég var að horfa á þetta, ég var sem við kveikt á Alþingi seint í gærkvöldi, menn ég var að gera annar reyndar, en þá var lítið mansur. Það var bara þann tíma, þessi hálftími eitthvað sem ég var með hvert að þá voru engin ansvör. En svo er það líka svo skrítið að sjá svona manni svo Sigurður Inga Jóhannsson, hvað er hann að sjálfur í erfiðum málum, hvað er hann að sökkva sér dýpra í nema eins og þú segir, hann vilji að gera sig að landsbyggða þingmanni sem hann nú er, sko. Já, þegar það búið. Já, svona sína stöðu sína þar, ég veit það ekki. Ég heldur sér mikið að horfa á ESB-máli, að það getur verið líflína fyrir Framsóknarflokkinn. En svo sér við líka, til dæmis Ingibjörg Ísaksen hefur verið svolítið ábyrgðandi fyrir flokkinn. Og manni finnst svona það sem kemur frá henni vera tiltölulega yfirvegað. Og augljóslega þarf það að ræða þetta mál þegar hvert sveitafélag á fætur öðru að vara við því að þetta sé gert. Þessi viðgjöld hækkuð. Þannig að það er alveg tilefni til. En auðvitað á mótið er verulega rýrt efnið á köflum og langt seilst í því að taka einhver dæmi út úr samhengi. Já, það er sem sagt, auðvitað eru hagsmunir einhver undir í þessu máli, það er alveg klárt. En það er búið að svona hæpa það svolítið upp eins og þú hefur búin að segja. Já, ég meina ég ólst upp út á landi á Flateyri til 14 ára aldurs og maður þekkir alveg tilfinninguna að vera út á landi og það snýst einhvern veginn allt höfuðborgarsvæði en ég myndi nú segja sko að hagsmunir þeirrar byggðar og þess samfélags og útgerðarinn á þeim stað sem yfirgaf staðan á endanum eftir einhverju rekstrar erfiðleika en með miklum hagnaði vegna eignarinnar í kvótanum. Þeir fóru ekki alveg saman. Þetta er ekki þessi samsemd sem sko Kristrún undirgengst þarna í viðtali að þetta sé það sama og ég meina ef við tökum tölurnar landsbyggðina, þetta hefur náttúrulega breyst mjög mikið síðustu ár. Það er meira hærra hlutfallastöðurum farið yfir í þjónustu heldur en í
heldur en í sjávarútveg með hvernig var áður og auðvitað snýst þjónustan sjávarútveginn, það ekki þannig en opinber störf eru líka sem dæmi í Ísafjarðarbæ sem nær þannig yfir Ísafjörð og Þingeyri og Flateyri og Suðureyri og svo framvegis. Þar eru opinber störf fleiri en að meðaltali á landinu. Miðað við höfðatölu? Já, miðað við höfðatölu. Þannig að sko, samneyslan alveg að koma tilbaka að einhverju leyti. Svo alltaf hægt að velta fyrir sér sko, áhrifunum af því að allar helstu stofnanir séu þó hér á höfuðborgarsvæðinu og svo fram eftir göttunum. Það eitthvað svona stillingaratriði vantarlega. Þannig að það þetta er ekki alveg svona einfalt að þetta snúist allt landfræðilega staðsetningu. Hún vissulega breytuleg og útgerðarmaðurinn, þú hefur enga tryggingu fyrir því að hann muni nota þennan umframhagnað sinn í að fjárfesta á nærsvæðinu. Nei. Eða það muni ekki vera hægt að stofna fá fiskgróð til að þróa hann í sárabindi fyrir bandaríska hermenn af því að veiðigjöldin hækkuðu eða fá hlutafé sem klárlega potturinn aðeins minni ef hagnarinn minnkar en þetta ekki svona svart eða hvítt. Nei, en það sjáum við að stærstu fyrirtækjum og það nóg að taka. Og hagnaðin það mikill á liðnum árum að það að nóg að taka. Er það ekki bara einfalt mál? Ég meina að það ekki nema að fara í gegnum ársreikningana. Síðan geta komið erfið ár þar sem að eins og þú nefndir á það með skinnið þinganis. Eitthvað eitt ár sem að heppilegt að nota í umræðinu. Já, ég meina ef það væri hart í ári á sjávarútveginum þá væri ekki þessi peningar að flæða inn í til dæmis Morgunblaðið. Nei. Það myndu líklega þurfa að nota peningan í eitthvað annað heldur en hvað sem það er engin lógik í því nema og horfir á þetta sem eitthvað svona markaðskostnað. Að þeir fái eitthvað fyrir fjárfestinguna að leggja milljarð í þetta og það kemur tilbaka með einhverjum hætti. Ég meina þetta er ekki allt hugsun á fólk. Þegar að þeir keyptu Morgunblaðið þegar það var sem sagt við það að fara svo náttúrulega afskriftirnar og það saman. Þegar keyptu Morgunblaðið þá var það að þeir ætla að verja það að við færum ekki í Evrópusambandið, myndum ekki breyta stjórnarskráni og við myndum halda kvótakerfinu og eitthvað eitt eins ég er búin að gleyma. Þetta voru einhver 4 atriði sem að bara Óskar Magnússon sagði þá að þetta var sem sagt og fengur Davíð Oddsson til að vera útvörðin í þessu. Og bara heiðlega með það og þeir eru þarna mörg í rauninni hagsmuna á fjölmiðla og stjórnmála á fjölmiðla og fá þarna fyrir til forsætisráðherra sem ritstjóri yfir stærstu ritstjórn landsins með miklu tilkostnaði því að þriðjungur áskrifandum hætti þegar Davíð var ráðinn og þetta verðum við að horfa á í þessu samhengi því að þetta er fjárfesting útgerðarfélaga, hún fer í þetta líka og auðvitað snýst þetta að takmarka völd útgerðarna líka. Já, en útgerðin horfir á það, þeir ætluðu sem sitt pening í mokan til að ná þessu fram eða verja þetta réttar sagt og það hefur tekist, það hefur bara tekist. Þar til núna er verið að rugga bátnum þeirra og þá grípaði kannski til örþrifar á það eins og Jón Pétur Símsen en þessi víðustekkileg pólitík og eitthvað svona flugveldasýningar sem að skila litlu en svo þegar þetta er líti í leiðaraðinu fræga þá er það þarna þar er að tala 70 milljarða í reyna eign 70 milljarða. Bæði safna upp eignum og svo náttúrulega þessi hagnaði sem er viðvarandi. Það getur náttúrulega breyst en veiðigjöldin náttúrulega eru skalanlega eftir því hvernig gengur í rekstrinum. Já, en svo erum við að tala að setja ykkur auka 3 milljarði vegabætur. Já. Svo eru 70 milljarðir eignarhaldsfélagi sem hefur myndast eingöngu út eða aðalega út frá sjávarútvegi. Já, þetta eru tölurnar og svo segja þeir að það séu aðra tölur sem við horfa til það sé ekki næga ávöxtun af þessum rekstri
ég held bara ég vísa líka í grein Indriða Þorlákssonar á Heimildinni í dag sem hann fyrir gegnum hvernig þetta er reiknað út sem sannarlega ekki einfalt en hann er að reyna að segja það að þú ef hagnaðurinn minnkar þá minnkar veiðigjöldin. Þetta er unni eftir reikningsaðferðir sem eru viðurkenndar bókhaldsaðferðir og þú vilur eina aðferð en ekki aðra til þess að koma í veg fyrir til þess að það sé vera svindla á þessu með því að færa stilla útgjöld færa á milli félaga eða færa vaxtagreiðslur eins og áliðnaðurinn hefur gert að koma í veg fyrir skattgreiðslur með því að hámarka vaxtagreiðslur. Það er nú annað mál og sem þarf að taka betur á. Já. En þannig er verið að reyna að takast á við það með því að setja fram einhverja aðferðafræði. Og svo náttúrulega hitt verðlagningin. Já, það er nú reyndar alveg ótrúlega mikið mál og líka að útgerðin vigti sjálf eigin afla og ákveði ísprósentur og svona, þetta Já. Það er Það getur verið bara kannski flóknari framkvæmd eða kostnaðarsamt að láta aðra sjá það en þú veist þetta blasir við öllum að þetta er partnavigtirnar aftur, þær eru til að bara ráða einhvern viktara. Já. Ef þú getur bara ákveðið sjálfur skattstofniðinn þá ertu komin í mjög alvarlegan freistnivanda. Næsti maður náttúrulega myndi sem svo og í svona samkeppnisumhverfi þú í rauninni verður einhvern veginn bara þá vantarlega ef það standi í einhverju hámarka ávöxtun og allt þetta sem þeir eru að vísa til. Hlut sjómanna? Já, hafnargjöld. Þetta er bara freistnivandi mikill. Jú, það er svona þetta er bara hagfræði. Freistnivandi er bara hagfræði. Já. Herðu, Jón Drustin, ég þakka þér mikið vel fyrir að koma til mín. Takk fyrir. Og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik. Tryggjum sjálfstæði samstöðvarinnar, maraþón málþóf núna helgina frá laugardagsmorgni til sunnudagskvölds 28. og 29. júní í lengsta þjóðmálaþætti Íslands í beinni útsendingu. Verið með okkur helgina til að tryggja sjálfstæði samstöðvarinnar.